Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er Hulda Tölkes, sálfræðingur. Hvað er sæl? Hæ. Velkomin. Já, þú ert ekki alveg vunni að vera hérna megin við svona hátalaran, eða hvað heitir þetta? Mikrofóni. Já, mikrofóni, einmitt. Þú ert með þitt eigið podcast auðvitað og svona eigin manninum. Já. Og hérna. Hjónvarpið okkar. Hjónvarpið. Það er mjög rómantískt. Þetta ekki. Og síðan er ekkert rómantískt við þáttinn svo. Nei, efnistökin kannski ekki alveg rómantísk. Nei. En hérna, þú er svona komin í kannski aðeins öðruvísi erindagjörðum hérna í dag og það er svona, til þess að ræða þetta svona líðan barna og ég meina þetta er auðvitað mjög stórt topic og við erum að ræða þetta bara svona, daglega liggur við að börnum líði bara ekki nógu vel í samfélaginu og það sé eitthvað staðar og þú hérna, þú ert með ykkur á því, er það ekki? Já, ég er allavega með alls konar skoðanir sem að kannski byggja svolítið á því að hérna bara á vinnunni minni og sem sálfræðingur, ég er ekki meðferða börn en meðferða fólk og vinn mikið með bara æsku fólks með því, þú veist, ég er að vinna með þeim úr áföllum og svoleiðis þannig að svona já, ég er með alls konar skoðanir á því hvað er gott fyrir börn og ekki og fólk er alveg ósammála alls konar svona hluti og það er alls konar skólar í þessu og það er bara allt í lagi, þú veist, en ég held við eigum það flest sameiginlegt sem erum svona eitthvað að tjá okkur þessi mál að við viljum auðvitað bara að þeim líði vel og svo er bara mismunandi kannski líka út frá kynslóðum, þú veist, hvað hefur tíðkast og hvað hefur talist vera gott fyrir börn en síðan er börn líka alls konar og mismunandi, þú veist, þannig að það rúmast alls konar í þessari umræðu en já, ég veit ekki svona hvar ég á að byrja með allar þessar skoðanir. Nei, en þú hérna, þú þetta sem meðferðarali meðallar fólk og það talar mikið einmitt einhver svona trámu úr æsku og er einhver svona samnefnari í allavega þeim sem þú hefur hitt? Sko, já, kannski byrja á því að segja að fólk einhvern veginn hérna á samfélagið hefur oft álitið bara þegar við tölum áföll, tráma, að það sé einhvern veginn bara það er bara þegar þú verður fyrir ofbeldi, lendir í bílsleysi, lendir í, þú veist, einhverjum erfiðleikum, þú veist, við læknamistökum, þú veist, einhverju svona, bara það er tráma og það er eitthvað svona sem allir sjá og það er bara svona þetta hræðilega kom fyrir, eða náttúruhamfarir, eitthvað þannig. En núna vitum við svolítið mikið meira og vísindin eru búin að sýna okkur svolítið mikið meira og tráma og áfall það í rauninni þegar, veist, það er ekki endilega það sem kemur fyrir, heldur hvað áhrif það sem gerðist hefur síðan á þig og bara sálarlífið þitt, hugmyndir þínar þig og heiminn, hversu öruggustaður heimurinn er, hvort fólk getur stað fyrir þig, allt þetta og svona samnefnarinn, þú veist, mér finnst oft bara gott að fara svona, algjörlega tilbaka í bara sko okkur sem spendýr. Sko samnefnarinn finnst mér vera bara skortur á öryggi, skortur á tengslum. Ef við finnum ekki fyrir öryggi og sérstaklega þegar við erum lítil börn. Það er öðruvísi, það kannski skárra fyrir mig 38 ára að díla við það að vera svolítið órugg eða hrædd eða kvíðin heldur en til dæmis ef ég er 4-5 ára. Heimurinn blasir allt öðruvísi við mér, ég er miklu berskjaldari, taugakerfið mitt er allt öðruvísi heldur en núna. Þú veist, þannig að það að vera öryggislaus eða tengslalaus sem barn er mjög í rauninni hættulegt og ógnar lífi og svona bara lífsgæðum barns og ógnar líka líkum þess í rauninni að þú lifir af sem spendýr og þarna þarf ekki endilega að vera að foreldri beitiði ofbeldi eða eitthvað. Það getur líka bara verið tilfinningalega aftengt foreldri eða foreldri með óunnin áföll sem að í rauninni fekk ekki tilfinningalega stuðningi sinni æsku og þá erum við að sjá þessi svona kynslóða áföll og berast niður að því að foreldrarnir sem hafa kannski ekki unnið úr þessu eða fengið tækifæri til þess sem við sjáum hjá eldri kynslóðum geta kannski ekki án þess að vinna með þessar hluti fært börnunum sínum í rauninni alla þá ást sem þau bera til barnsins síns. Þú veist, að því að tráma þeirra er raunin að koma í veg fyrir að þau geti mætt börnunum eins og þau vilja geta mætt þeim en þau fara að mæta þeim eins og þeim var mætt. Þú veist. Og það er að tala að
þessi kynslóð því að ungmenna sem er núna mikið rætt í samfélaginu, það virðast vera alls konar vandamál, það eru þetta kvíðavandamál og svo eru ofbeldisvandamál og svona smá glæpir ýmsir sem að einhvern veginn virðast loða við þennan hóp og það er oft talað einmitt þetta tengslalýsi að þau hafa einhvern veginn orðið eftir að þá okkar kynslóð, mín og þín, að við höfum svolítið gleymt okkur í að mennta okkur og hangi símanum og hugsa okkur sjálf fyrst og fremst og kannski ekki þá beint börnin eða er þetta eitthvað svona sem að þú ert sammála? Sko mér finnst í rauninni sko ég held náttúrulega í allir þessum umræðu, ég setja líka fyrirvarna á að þú veist ég held að og svona til mig vita að allavega næstu því allir foreldrar elska börnin sín, þú veist, og það hefur alltaf verið þannig og við elskum afkvæmin okkar en síðan ekkert endilega gefið að við getum sýnt þeim einmitt nákvæmlega alla þessa ást eins og við viljum koma henni til skila en ég held sko að okkar kynslóð sé og yngri kynslóðir sem eru kannski líka eignast börn núna sé aðeins upplýstari þetta en það er auðvitað allur gangur á því og þetta, ég held að hlutinni breytist ekki bara sjálfkrafa með kynslóðum en ég held að það sé bara, það er alltaf eitthvað í hverju kynslóð sem er kannski ekki hjálplegt og við erum alltaf að læra aðeins meira og meira en það er svo stutt síðan við í rauninni vissum ekki neitt tengsl og bara heilaþroska barna og hvað börn þurfa að það eru bara 2 kynslóðir síðan eða eitthvað, þú veist, fólk var bara að lifa af einhverjum moldakofum og bara mikið tráma, þú veist, fólk var í rauninni alltaf að detta í survival mode aftur og aftur, bara berjast fyrir lífi sínu, berjast fyrir því að hafa mat, að bara það sé ekki frost inn í kofanum, þú veist, allt þetta sem segir okkur bara að þú veist, þegar við erum að lifa af þá kannski ekki mikið rými fyrir það að vera ígæða stundum í ró, að í rauninni hjálpa börnunum að finna ró í sínu taugakerfi að því að foreldrarnir voru kannski ekkert endilega færir að róa sitt eigið taugakerfi. Þannig að mér finnst það aðeins vera að koma núna við vitum aðeins meira hvað börn þurfa en við erum auðvitað og ég meina við erum aldrei upp af kynslóð þar sem að til dæmis var bara eðlilegt að láta börn gráta til þess að svefnþjálfa þau. Þú veist, það eitt og sér er bara traumatist. Og ef við hugsum nú verður það kannski einhver brjáluð, en ef við hugsum önnur spendýr, kísmömmu, hundamömmu og hvolpurðin tístir eða vælir, það er bara eðlast í heimi að fara þangað. Og þá er ég ekki að sko skamma það, þú veist, seima foreldra sem hafa gert þetta í góðri trú. Í góðri trú, verður þess að samfélagið okkar hefur síðan líka þarna þessi áhrif, þú veist, að það er alls konar markaðsöfl og alls konar þessu kapitalismi, bara, þú veist, ég veit ekki hvað ég á að byrja, það sem við verðum að segja bara, þú veist, þetta þarf að vera svona, þetta er gott, þetta er kærleikur og ást, svona sýnir barninu þínu ást, þú veist, það er alveg hægt að hjálpa barninu með svefn á alls konar aðra vegu, við vitum það núna, en þetta var einhvern veginn bara einmitt í góðri trú, bara jú, þú veist, bara gott fyrir lungun, bara gráta smá, svo lærir hún bara róa sig sjálf eitthvað, og þannig er kannski tala bara 3, 4, 5, 6 mánaða gömul börn. Ég man eftir einni vinkonu sem átti unga barn og þetta var svona, fyrsta barn og hún var svolítið svona og átti barnsföður sem var svolítið svona alveg upp í sveit, átti gamla mömmu og þau reyndu þetta einmitt með barnið sitt sem að grét stöðugt og það stoppaði ekki og þetta var þannig að hún þurfti að fara út á kvöldin af því að þetta var svo mikið tráma fyrir hana en svo þetta kemur hana sem betur fyrir einhvers konar ráðgjafi inn í að því að barnið þetta sofnaði ekki og svona leiðbeinir þeim að þetta sé nú kannski ekki alveg leiðin og það lagaði sem betur fyrir en situr í henni, veit ég alveg svakalega. Margir foreldrar eru með sár yfir þessu, bara svona sár í hjartanu sínu, þú veist, að bara, og með samviskubit og þú veist, það er mikilvægt líka bara að við sýnum okkur sjálfsmildi í því að við erum alltaf að reyna að gera okkar besta hverju sinni og svo tíðkast eitthvað í samfélaginu, þú veist, bara já þetta er að tala gott á einhverjum tíma að senda bara í einhverja heimavist þegar eru 5 ára, eða eitthvað, þú veist, og þá bara talið vera gott, þú veist, og svo bara að við getum líka, kannski líka bara tekið umræðina við börnin okkar þegar þau hafa þroska til, ef það er eitthvað svona sem liggur á okkur, ég og strák sem er að vera 14 ára og hann þegar ég er bara, hann er stjúpsonum minn mitt fyrsta barn og þú veist, þegar hann var lítill, þá hélt ég einhvern veginn bara, hann á bara svolítið að sofa í sínu einu herbyggi, þú veist, en ég er alltaf að fylgja honum aftur og aftur inn, þú veist, núna veit ég miklu betur, þú veist, hvað hann þurfti, hann var að koma og það var einsæði hans að segja, herru, ég þarf öryggi, núna myndi ég bara kontiskan,
hlustum á innsæði, treystum innsæðinu, þú veist, börn bara með brjálæðslega flott innsæði, þau viti þetta bara hvað þau þurfa og biðjum það og þannig að ég gæti líka bara rætt við hann bara fyrir gefðu, þú veist, ég hefði viljað gera betur, ég vissi ekki betur, ég hélt að þetta væri, þú veist, mér var einhvern veginn sagt það að þetta var bara best fyrir þig og ég hélt ég var að gera það en mér langaði bara að segja þér, þú veist, að og það getur líka heila sár, þú veist, að bæði að taka svona einhvern veginn sjálfsmildi á sjálfan sig og þau. Já, og þetta í rauninni engum svo sem að kenna. Nei. En það er einhvern veginn vantar kannski ykkur hjálpatæki fyrir börn til þess að mynda betri tengsl og foreldra við börnin sín og börnin öfugt og kannski umhverfið sitt og þú ert að hana spil? Já. Ég sem sagt ákvað síðasta haust, mér náttúrulega finnst alltaf mikil streita í samfélaginu okkar, ég held að við finnum það bara flest. Og kannski stundum kemur streitan hjá mér í svona algjörnum bylgjum að því að þú veist að við erum í einhverjum aktivisma eða eitthvað þá kemur svona, það kemur kommentakerfið og einhverjum svona öldur af alls konar sko, en ég sem sagt ákvað síðasta haust bara meðvitað að taka mér hlé frá þannig aktivisma og samfélagsmiðlum, miðlunum mínum í einhver tíma og sem endaði sem mánuður, ég veit að það er ekki langur tími en það gerði samt alveg helling fyrir mig og svona þá gæti ég líka bara hlusta hans á líkamann minn, bara hvað þarftu, hvað er að gerast innra með þér, þetta er alltaf í streitu, þú veist, bara þurfum að hægja á. Og þarna eiginlega bara var ég ekki að einhvern veginn í flæðinu að, þú veist, setja eitthvað út á samfélagsmiðla, fá eitthvað reaksjón, bregðast aftur við, gera eitthvað, setja eitthvað fræðslu, heldur bara hlusta á hvað er að gerast innra með mér. Og fór að mæta í jóganýtra og hugleiðslu og eitthvað svona og hugsa svona aðeins betur mig. Og þá eiginlega bara kviknaði þessi hugmynd að búa til spil fyrir börn og þá foreldra eða fullorðið fólk í þeirra lífi eða þá fullorðið fólk og einhver börn í þeirra lífi þurfi ekki að vera börnin þeirra, getur verið frængur eða frændur eða eitthvað svona til þess að í rauninni sem að veita okkur svona bara tækifæri og boð að tala til dæmis tilfinningar, til dæmis það sko og gefa okkur tækifæri til þess að fræðast sko hvað gerist þegar við erum að hugsa eitthvað, við hlökkum til að gera eitthvað eða eitthvað þannig, hvað gerist í líkamannum okkar að kenna þeim og tala það við þau þannig að það verði bara eðlilegu partur af sko, því hvernig við tölum saman og bara hvað finnur í líkamannu þínum oft er þetta bara mér illt í maðanum bara okkur, hvað er þá að gerast bara auka náttúrulega bæði hjá krökkunum en við þurfum þetta líka að hlusta á að því að líkamann okkar er líka oft bara hann er oft bara öskra okkur segja okkur, þú veist, við borðum eitthvað og fáum alltaf illt í maðan eða við erum alltaf með einhverju vöðubólgu hausverk eitthvað og það er svo oft sem að líkamann er bara að segja en að hlusta þú veist, mér líður svona og bara að geta setið hans með því talað hans það spilið það snýst svolítið einmitt bara tengsl við líkamann sinn finna tilfinningarnar í líkamannum og þá að tala til dæmis bara til dæmis bara rifjaðu upp hvernig þú gerir góðverk fyrir vini eða vinkonu hvernig lætur það þig líði líkamannum þú veist og hvar finnur þú fyrir þakklæti eða ást hvað finnur í líkamannum þegar þú hugsar einhvern sem elskar þig eða varandi stolt hugrekki, alls konar svona og sumt er svona meira hvað getur maður sagt, svona hressara svona meiri leikur í og annað svona meira einhvern veginn til þess að róa taugakerfið, öndunaræfingar og svoleiðis. Og það er náttúrulega þannig að þú myndir spila spil með krökkum, þú veist núna en síðan aftur eftir 2 vikur, þá getur þú fengið alltaf niðurst, þetta eru 90 spil og þó þú myndir draga aftur saman spilið 2 vikur setna, þá rifir kannski bara upp eitthvað annað dæmi úr þínu lífi eða þú veist, setja höndina hjarta á magan, hverju tekur eftir? Já, ég með svolítið svona stress í maganum eða fyririldi í maganum og við tölum aðeins það en þarna hugsa ég líka foreldri sem hefur aldrei litið inn á við og skoða sína eigin tilfinningar það gæti alveg verið pínu krefjandi fyrir foreldri að fara þarna með barni en þá bara kannski ennþá mikilvægara þú veist. Já, ég mynda mér svona, þú veist, einmitt eins og svona dæmi gerða pappa sem að bara, ég meina pappa okkar kynslóðar sem voru svona duglegir kallar, svona klettar en þú veist það svona draup ekki beint af þeim einhvern veginn en þessir kallar hefur nú til dæmis óbúslega gott að því að spila svona spil. Já, og þeir geta líka alveg lært helling af, þú veist, börnin eru líka, þau bara einhvern veginn
þau eru ógeðslega klár í þessu og mörg bara ófeimin við að bara eitthvað, segja bara einhvern veginn það sem þetta er í hug og eru svo dásamleg eins og þetta, og tala um þessa pappa sem eru svona einmitt kynslóð pappa okkar þú veist, reyndar ég bara ótrúlega lánsum og ég var alveg upp við að það var alltaf sagt ég elska þig og eitthvað svona, en ég veit þú veist, pappa og reyndar mömmur, ömmur og afa þar sem að þetta var aldrei sagt sem að fara í algjör að kleinu þegar barnabörnin eru bara, ég elska þið svo mikið þá bara, já, elskan sömu leiðis bara fyrir allt í kerfi og svona aðeins bráðuna smá já, og alveg svona, einmitt. Ég veit það. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt og þetta er kannski svona undirstaðan einmitt að því að okkur líði betur sem samfélagi en núna erum við til dæmis með ákveðu úlingavandamál og ég hef svolítið veltið fyrir mér sko hvort þetta sé meira núna eða hvort þetta sé bara sama úlingavandamál og hefur alltaf verið en við fáum bara einhvern veginn að heyra meira af því. Hefur eitthvað tilfinningu fyrir því? Sko ég held eins og segir að það hafa alltaf verið vandamál, þau hafa náttúrulega litið bara ólíkt út en einmitt við náttúrulega fáum allar fréttir bara beint í æð núna og á samfélagsmiðlum og allt þetta það er allt bara, við vitum leið af öllu sem gerist. Það var náttúrulega líka hræðilegt úlingaofbeldi bara in the 90s og áður, þú veist að en það var alltaf svona hverfiskelfir? Já, algjörlega og þú veist, mann þorði ekki að milli hverfa vegna þess að það var eitthvað svona rígur og bara slagsmál. Þannig að það er spurning hvort þetta sé annars eðlis og eða eitthvað þannig eða ég hreinlega veit það ekki og kannski geti afbrotafræðingur vitað, þú veist, hvort þetta er einhvern veginn allt annað dæmi en sko ég held að það sem og ég sá að mér sé bara áðan ég var að lesa einhverju fréttir að það var að tala þú veist, ofbeldi sem að með 10-11 ára börn var að beita þetta er fullorðinsvandamál þetta er ekki barnavandamál þú veist að við verum að halda þetta þessi börn og aðtjóða hvað skortir hjá þeim þú veist og þarna þurfum við að skoða alla stóru myndina sko, við erum líka að skoða bara hvernig er heima, er þetta einstætt foreldri, er fátækt þú veist, er neysla, er áfallasaga þú veist, það er hægt að hjálpa en það er líka bara spurning, eru fjármunir settir í það til þess að styðja við þessi börn, það er einhver þörf þarna, þau bara vakna ekki í daginn og byrja að beita ofbeldi að það er einhver saga og það er oft líka bara merki löngu áður, það er ósað skrítið út bara með mannskju, bara barn sem er bara einhvern veginn, þú veist, hefur aldrei sýnt af sér neitt sem bara fremur allt í alvarlegan glæp það er aðdragandi og það er eitthvað í sögunni hjá barninu og líðaninni þú veist, það er þjáning hjá barninu og það er fullorðins vandamál Við höfum rætt svona málefni fanga til dæmis bara í þessu samvinningi þá og margir þeirra tala einmitt þetta svona einhvern veginn tengslaleysi það var annarkvort var mamma eða pabbi voru mikið í vinnunni og syndu sér mikið ein eða neysla eða mikil fátækt einmitt eða bara eitthvað skona blanda þessu öllu saman og þessi tilfinningum að passa ekki inn og búa sér þá til eitthvað svona sérstöðu innan hóps sem er þá að brjóta af sér. Já. Og það getur líka verið þetta varna viðbragð, enginn getur sært mig. Ég er bara, þú veist, að drottna yfir, þú veist, og því meira sem þú ert stóri kallinn sem blæsti upp og enginn getur sært þig. Þú ert lítill strákurinn í hjartanuðinu sem að fékkst ekki það sem þú þurftir, þegar þú varst á þessum viðkvæma tíma. Þú veist, þannig að þarna og ég held einmitt bara það sem mér finnst skrítið bara mér sem sálfræðingi finnst mér skrítið að það sé ekki bara í rauninni fjármagnað af ríkinu að bara allir fangar fái áfalla aðstoð skoða fortíðina sína meðferðnar eru til staðar sérfræðingarnar eru til staðar það vantar ekki sálfræðinga það vantar ekki þekkinguna og þarna þú veist eins og þú ert að segja þarna þetta er svona að vera einhvern veginn upplifa sig út undan og einhvern veginn kannski ekki séðan og einan og þetta, ég tala í kallkynna því að meirhluti fanga eru kallar þannig að það er líka sko þegar við fæðumst bara inn í hann heim bara á deginum sem við erum fætt þá er heilin okkar og tögkerfið bara þetta er allt svo ótrúlega viðkvæmt, ótrúlega berskjaldað og bara við erum afkvæmi okkar mannana eru bara svona viðkvæmasta afkvæmi spendýra á jörðinu. Við erum svo ótrúlega viðkvæm svo lengi. Við hristum okkur ekki bara og förum að labba. Það tekur okkur bara marga mánuði. Þú veist að byrja að borða, byrja að labba og svo erum við háð foreldrum okkur svo lengi. En þarna eru við svo háð sko því
að foreldrar okkar sjá okkur og viðurkenna okkur eins og við erum og bara þannig að við eigum mesta möguleika á að lifa af, þannig að við höfum svo mikla þörf fyrir þetta samþykki, vera séð og vera elskuð eins og við erum. Síðan kannski ertu með foreldri sem rosa mikil fátækt, rosa mikil streitu, getur ekki verið á staðnum eða kannski að díla við sín einu áföll eða kannski að fara í hugróf þar sem að einhvern veginn bara foreldri tilfellingar ekki á staðnum, í það mikil streitu að taugakerfið bara, það næri ekki að róa sig, því að lítil börn þurfa í svo mörg ár fullorðið taugakerfi til þess að róa sitt taugakerfi til þess að finna, ég er örugg, hérna allt í lagi, aftur og aftur og aftur og heimilið þarf náttúrulega að vera þannig staður að þau koma heim og það bara, hérna geti verið ég, bráðna bara aðeins svona og bara, hérna eru foreldrar mínir, hérna er í lagi, ef það er ekki, það er bara svolítið hættulegt fyrir þessi börn, því að þau þurfa allt þetta og sumir segja svona, já, börn er svo þrautseg og þau þola svo margt og svona, já, en þau ætti nefnilega ekki að þurfa að þola svona margt og fara út fyrir þolmörkin sín og þau ætti ekki að þurfa að vera að styðja sig sjálf. Nei. Þú veist, það er bara einmitt, börn sem þurfa kannski að styðja sig sjálf og reiða sig bara á sig og geta þá kannski mjög erfitt með að mynda tengsl líka sem fullorðin og kannski þau eignast börn. Þannig að þetta er svona viðhalda einhverju munstri. Algjörlega. Þannig að þau þurfum að grípa inn í og ég myndi halda á þess að hafa lesið eina einustu rannsókn varðandi fanga og áföll. Ég myndi halda að það væri yfir 90% fanga með áfallasögu. Já, ég held að ég fekk nú afstöðu hérna til mér einhvern veginn og þau töluðu einhverja svoleiðistölu. Það er svona gríðaleg og það er svona, hún hefur lítið verið skoðið hér á landi en aðeins og þá sérstaklega bara af afstöðu og því góða fólk sem með þeim vinnur sem eru mitt sálfræðinga, geðlæknar og alls konar fólk og það er þetta með áföllin og áföllin þurfa einmitt eins og segir þau þurfa ekki að vera þessi svona risastóru bíómynda áföll áfalli getur einmitt verið bara að þú veist einu sinni þá týndist ég og leiðir út í búð og var pingur hræddur það var enginn þess að hugga mig og þú veist eitthvað sem svona byggir utanum sig eitthvað og þetta sem þú ert að lýsa það er ekki til að hugga mig það, þú veist, að börn lendi í einhverju einmitt, það getur alveg verið í rauninni í lagi ef það er einhver sem grípur þau. Þú veist, börn, við getum ekki venda þau fyrir öllum sársauka, þau muni einmitt kannski bara eitthvað að tínast í búðinu og vera ógeðslega hrædd, en þá bara við hvern gastu talað þetta, til hvers gastu leita, gastu hlaupið í fangið á einhverjum og þegar fólk segir nei, þú veist, þá maður bara, þú veist, þarna varstu out of resources, þarna þurftiru fullorðin og börn þurfa, það er ekkert barn sem getur sagt bara, ég þarf engan. Þú veist, maður bara, jú, þú þarft einhvern, mjög, mjög lengi, úlingar líka. Þú veist, það þurfa sér tengsl, þurfa að vera séð, þurfa að andliti ljómi þegar þau lappa inn, þú veist, og bara hæ, gaman að sjá þig, þú veist, ég sé þig, ég viðurkenni þig, ég held með þér, þú veist, þannig að það er alveg margt sem við getum gert sem fullorðin til þess að vera að efla þessi tengsl við börnin okkar, en á sama tíma vil ég ekki vera einhvern veginn sálfræðingurinn sem er að segja bara foreldra þurfa bara að gera betur, að því að samfélagi það líka styðja við foreldra svo að þeim sé gert kleift að gera betur og kannski eins og þau vilja þú veist. En hvernig svona spilið þitt, hvernig tekur það á til dæmis þessu? Geti það gefið barni sem að fyndi fyrir tengsla leysi heima einhvers konar tækifæri til þess að ræða þetta við kannski eitthvað sem það tristir í skólanum eða eitthvað svona læra að finna mannesku til þess að trista? Það er alveg spurning og ég hef alveg hugsað, þú veist, hvort að námsráðgjafi geti notað þetta, þú veist, til þess að líka bara sem kannski svona smá ísbrjót þú veist, til þess að tala það má alltaf segja pass og draga nýtt og kannski farið bara allt öðru spil næst og eitthvað svona, þetta getur verið bara veittir tækifæri til þess að tala svona hluti og þú getur alveg ráðið bæði fullorðna fólki og börnin hversu mikið á dýptina við förum þú veist, bara finna eitthvað sem hlakka til að gera, þú veist, það gæti alveg verið bara eitthvað, að hitta einmitt, pappa þegar hann kemur úr fangelsi eða fara til Akureyrar ég veit það ekki, skilur borða ís og eftir einmitt, það getur verið allur skalinn og við getum alveg stýrt því svolítið en það er svona, óski mín er einhvern veginn að fullorðnir taki þetta dálítið og geti notað þetta til þess að hjálpa sér líka, það eru líka margir fullorðnir sem fara pínu í kleinu
og meira sér líka af okkar kynslóð þegar börnin eru bara eitthvað svona að einmitt talum til dæmis koma heim úr skólanum bara þú veist Sigga var þú veist að skilja mig út undan í dag og ég var alein og þú veist eitthvað svona og foreldrar alltaf bara eitthvað þú veist það triggerar oft okkar æsku eitthvað og þá eru oft svona ekki hún var nú bara rugglast eða já hún varst ekki bara síðan að gera eitthvað gaman þú veist bara sitja í þessum tilfinningum með þeim og bara eitthvað og hvernig leið þér þá og sína samkennd alla samkennd í heiminum þú veist við höfum fyrir kynslóðar hafa verið svona að herða þau reyna að herða þau en þau þurfa það ekki þú veist, þau þurfa þessa mýkt, þau þurfa endalausa mýkt og þegar fólk að tala með þessi bómull, já, þau þurfa þessa bómull en þau þurfa líka alveg að spreita sig svona, en algjörlega innan sko, er henni viðeigandi þroska og aldurs þú veist, en bara já við þurfum að skoða okkar eigin tilfinningar og tryggara og hvernig við erum oft í svona einhverjum eitrari ákvæðni, einhverjum poljónuleik sem var áður fyrr bjargráð sem fólk þurfti að nota því að hafði ekki neitt annað núna og það sem að ég líka svolítið svona reyna að kalla fram með spilunum veist, er ég að hvetja bæði foreldra alltaf aðlega foreldra til þess að gera það með börnunum sínum sitja með tilfinningunum margt fullur fólk á bara rosa erfitt með það bara hvað, ég vil það ekki og ég segi kannski skjólstengar minn, hvar finnur þið fyrir þessi líkamannum og fólk er svona sko, mér finnst ekki hvað þér finnst, hvað finnur í líkamannu þínu tengjumst líkamannu þínum, það er ótrúlega mikilvægt þannig að bara að vera forvitin og hvernig leiðir þegar Sigga var að skilja það út undan ég var ótrúlega einmana og mér fannst það svo leitt og bara, ég skil það svo vel búa til pláss og kenna þannig börnunum bara það er í lagi að finna þessa tilfinningu þú veist, einmana, þú er svo leið ég samþykkið með þessum tilfinningum ég samþykkið með reiðinni þinni þú veist, okkar kynslóð er svolítið að díla við það að ef þú varst reið þá varst ekki samþykkt og jafnvel ekki elskuð og jafnvel neitað tengsl og bara, þú veist, ef þú veist frek fara bara inn til freki dósið þetta verður svona frek þannig að síðast er hún fullorðin kona ert á vinnustað, þarft að setja mörk og þá fyrir taukerfið bara hætt að vera svona frek hætt að vera svona, þú mátt ekki vera svona ákveðin þér verður hafnað þú veist, þannig að samþykja börn með öllum tilfinningunum sínum og kenna þeim á og við þurfum samtímis að taka okkur í gegn þú veist, bara já einmitt, þetta er í lagi þau geta lært að tala um að regulera eða róa taugakerfið sitt þegar þeim er kenta aftur og aftur og aftur og þau fá þetta fang og hjálp við það þú veist, þá læra þau að gera það á heilbrigðan hátt í staðan fyrir að í rauninni distrakta sig, bara reyna þú veist, gera eitthvað annað, breyta ástandinu með, þú veist, bíta á jaxlinn bíta á jaxlinn, aftengja sig nota áfengi önnur vímuefni þú veist, til þess að díla við svo miklar tilfinningar, þú veist, það er svo mikil sársauki eða eitthvað, þú vilt hann einhvers deyfa þig eða fara alveg út úr þessum veruleika, þú veist, því þú finnur til þú veist, þannig að það er líka og það er alveg efni í aðra umræðu bara, þú veist, af hverju fólk vill eða grípur í þetta bjargráð Er þetta, þú eru að tala um kvíða og kvíða unglingstúlkna mikið og ég meina þær eru kvíðnari nú heldur en okkur sinni ég veit svo sem ekki hvernig það helst í hendur hvort að við séum bara að greina það í auknari mæli og fylgjast betur með því eða hvort að séu bara með meiri kvíða yfir og fleiri hluti einhvern veginn að kvíða yfir en heldur að þetta sé bara einhvers konar afleiðing af þessu tengslaleysi? Ég held að það sé algjörlega hluti af því og ég held líka bara streita og kröfur og líka bara að vera kona alin upp í samfélagi eins og okkar þar sem þú sko einmitt sérstaklega þegar þú ert stelpa og ég menn þetta bitnar alltaf líka á strákum og köllum bara öðruvísi, tilfinningar og allt þetta með ekki gráta og allt það en ég held að það sé líka bara pressan á, þú veist, þú verður að vera svona, þú verður að standa þig vel, þú veist, þá ertu elskuð og þá ertu samþykkt og einmitt ekki vera reið og ekki vera svona en stundum held ég að kvíðinn þeirra sé kannski líka alls konar annað, þú veist, streita, pressa, þú veist, aðrar tilfinningar, þú veist. Já, sem að það er bara einhvern veginn kunni ekki orða. Já, bara ég er bara stressuð, þú veist, og það er bara, veist, og það er, við erum kannski heldur ekkert að kenna þeim að hæja á, að staldra við, sitja með þessar tilfinningu, hvað er að gerast út kvíðinn, hvernig finnur við fyrir svona miklum kvíða? Þú veist, að því að við erum líki í samfélagi alltaf verið að fixa allt, en kvíðinn, þú veist, það er svo vel hægt að læra á hann, samþykjan sem hlut af okkur, veist,
alltaf, ég fæ alltaf svona rautt flagg þegar ég sé einhver umfyllun að þú veist, viltu losna við kvíða? Bara nei, þú vilt ekki losna við kvíða. Þú sem spendýr getur ekki losna við kvíða. Það bara ein tilfinning, það bara varna við bara í taugakerfinu. Það allt í lagi. En svo spurning, sko, hvað að gerast og hver túlkunin þínu aðstæðum, til dæmis eins og þú ert að fara í próf og þú bara kastar upp af kvíða. Þar undir bara ég þarf að standa með, ég stend mig ekki verið mamma reið, ég stend mig ekki verið, þú veist, þetta gerist og hitt gerist og það ógn, það einhver upplifið ógn. Þú veist, þú bara að skoða það, sitja með tilfinningunum, læra þær, samþykja þær, þá það ekki jafn hættulegar. En svo alveg spurning, þú veist, af hverju fá börn ekki þessa fræðslu það bara, hvað getur gert ef þú ert svona kvíðin? Þú veist, af því að það alls konar hægt að gera, þú veist. Og þú ert með spil með þér? Já, ég með pröfustokk. Pröfustokk, já. Þú ert að safna fyrir útgáfinni? Já. Á Karolínu Fund, þú kannski segir okkur aðeins frá því? Já, ég sem sagt, þegar ég ákvað að gera þetta í haust, þá hafði ég samband við hana Unni Arendrup teiknara og baði hann að teikna þessi 6 dýr fyrir mig sem að kenna okkur svona alls konar mismunandi hluti, svona sem að eru alveg ótrúlega vinaleg og krútleg. Og hún sem sagt teiknar þetta og svo og ég ákvað bara svona að byrja þar og sjá bara ég var ekkert endilega búin að ákvað hvernig ég ætlaði að gera þetta og ég ætlaði að fara í þessa hópfjármögnun en ég ákvað að ég vildi láta prenta þetta á Íslandi sem alveg kostnaðarsamt, þannig að ég ákvað að prófa að gera þetta svona á Karolínu Fund. Núna eru 6 dagar búnir og ég komið 34%. Flott. Já, 61 manneskja búin að styrkja að heita á verkefnið áðan og það náttúrulega þannig eins og þú veist, já, með Karolínu Fund að í rauninni fólk ekki að greiða neitt nema þetta takist, þú veist, þannig að ég er ótrúlega þakklátt einmitt fyrir fólki sem til í að einhvern veginn veit þessa hvatningu og finnst þetta mikilvægt, vil vera með en svo líka allt í lagi ef þetta hefnast ekki, þá finnur þetta bara einhvern annan farveg. Þannig að ég held að þetta sé einmitt svona eitthvað sem að, nú get ég náttúrulega bara að tala sem móðir, þetta eitthvað svona sem að hefði komið sér óbúslega vel fyrir mig þegar ég var 20 með lítið barn. Já, hvernig átt að vita að Já, svo var ég, þú veist, ekki það, ég á mjög góða mömmu og pappa sem að hafa hjálpað mér mikið, en ég var svo stolt gagvart þeim að það var svo erfitt fyrir mig að spyrja, sko. Já. Að þú veist að það var svo annað eitthvað einmitt. Þannig að það var svona ýmsir núansar, en þetta hefði verið rosa fínt fyrir okkur, örugglega mig, mömmu og pappa að spila með barninu mínu á sínum tíma. Já, og bara aðtöða mitt hvað kemur og það getur, ég er búin að prófa þetta aðeins með 7 ára dóttur minni og vinkonu hennar og þetta er náttúrulega bara krútlegast í heimi hvað þau segja, þú veist eins og bara hver myndi sakna að þú farir í langt ferðalag, það er ótrúlega áhugavert að sjá hvað þau segja og líka hjá hvað manneski finnur fyrir öryggi, hvar finnst þið þú fyrir örygg, þú veist, og líka þau ná að setja orð á þessa hluti og sko þú veist, líka bara fyrir framtíðina þegar þau fara kannski að díla við öðruvísi hluti eins og fólk sem að koma til sálfræðings, þú veist, í dag. Ég sé alveg mun af fólki að það hefur aldrei talað tilfinningarna sínar áður. Það er stundum bara ótrúlega hrætt við það, eðlilega, þú veist, og hrætt við að finna tilfinningarnar. Þú veist, en fólk sem er svona, já, þú veist, ég er búin að tala um þetta og ég var áður farið til sálfræðings eða bara svona að tala um þetta heimi hjá mér eða eitthvað, þá var maður svona, ok, það er forskot. Já. Þú veist, þannig að þetta sé bara venjulegt, tala með mitt hvað gerist í líkamannu þínum þegar þú ert búin að gráta. Þú veist, já, ég finn ég svolítið svona róleg, svolítið þreytt, ok, en hvernig leiðir líkamannu áður þú varst að gráta? Og svona spenna hér og svona vont hér, þú veist, ok, og bara taka samtal og fræðsluna að því að líka fullorðið fólk, þó að sé ekki búið að fara til sálfræðings eða í áfall að vinna eitthvað, það veit líka alveg helling, þú veist. Já. Það er rétt. Og hvar er hægt að finna þig og styrkja þig? Já, takk. Það er á þriðja.is eða inn á Karolínu Fund heimasíðunni og þá er þetta að finna verkefnið og Og spila heitir? Vinaskógur. Vinaskógur? Já. Þannig að ég bara vona að þetta verða veruleika og þetta verða eitthvað meira ævintýri. Já, ég vona það. Ég veit alveg mig grunar að þetta verði svona eitthvað sem að foreldrar eru eftir að grípa með feginshendi, margir hverjir. Já. Og ég sé það alveg fyrir mér að þetta eftir að koma sér vel á mörgum heimilum.
Ég vona og það er líka hægt að taka þetta með í ferðalög og bílinn og svona því að það er ekkit annað heldur en stokkurinn. Og fyrir systkini? Já, ég veit það. Algjörlega, þannig að ég bara vona að þetta geti búið til líka fallega samverustundir og það þarf ekki að vera, þú ert ekki bundin að spila í klukkutíma, þú ert ekki að spila í 10 mínútur eða hálftíma eða eitthvað. Þannig að vonandi markmiðið var að setja eitthvað fallegt út í heiminn og deila því með öðrum hvað er mikilvægt að hlusta og tengjast líkamann sínum öðrum og bara rækti sér tengsl með því að taka eftir, tala saman, horfast í augu, allt þetta. Akkurat. Hulda Tolkes, takk kærlega fyrir að koma og tala þessi mikilvægu mál. Við erum búin að fara hér við að völl. Já. En þetta tengist allt þessu bara, þessum fyrstu árum æfinni. Já. Og svona áföllum og hvernig við vinnum úr þeim. Takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir og tók ég við það er meira hér handan en vilji. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.